Sæl og blessuð, Ída. Hæ, Núna veit ég hvað þú heitir og veit hver þú ert. mikið rétt. Þá sé ég að, en ef þú kynnið þið snögglega fyrir áhorfendum? Já, það get ég gert. Ég heiti Ída í Reyni og ég vinn fyrir Viðbragðsstofu Norðurlands og vini Akureyrar sem sjá fyrir hátíðinni Eina með öllu. Eða Ein með öllu. Og hvert er þitt svona hlutverk? Ég skipuleggjandi og svona eins og kallast viðburðarstjórnandi. Okay. Púsla hátíðinni saman og bóka fólk og raða þessu öllu saman svo þetta sé skemmtilegt í lokin. Já. Hvenær hófuð þið að gera allt til fyrir hátíðina? Sko, undirbúningurinn byrjar löngu fyrir og við erum oft byrjað að spjalla saman svona í byrjun árs, jafnvel fyrir það. En svo byrjar alvöru törnin svona í maí. Þá fer þetta allt að smella saman, þá þarf að fara að púsla rosalega mörgu og hafa allt rétt og bókað á réttum tíma svo enginn annars í bókaður. Þetta er stór og mikil helgi alls staðar á landinu í rauninni, þannig að já, aðalvinnan finnst mér byrja í svona maí. Okay. Getur þú sagt svolítið frá kannski bara viðburðunum sem er í gangi og hvað helgin snýst? Já, núna helgina verðum við með alveg rosalega mikið í boði og þá sérstaklega á laugardeginum. Laugardagurinn er alltaf svona stærstur viðburðarlega séð og við erum með rosalega mikið í gangi niðri á Ráðhústorgi í ár. Við erum að reyna að færa aftur stemminguna og traffíkina niðri á Ráðhústorg. Hún hefur ekki verið nógu góð undanfarin ár. Viðburðir hafa verið færðir svolítið vítt og dreift bæinn en þá bara glemdist miðbærinn svolítið. Þannig að í ár verðum við með Mömmur og Muffins sem hafa alltaf verið upp í Listagarðinum. Þær verða á Ráðhústorginu og með því er náttúrulega Akureyri okkar sem er svona tónlistar viðburður í samstarfi við veitinga- og kaffihús bæjarins þar sem að staðirnir bjóða upp á litla tónleika eða tónlistarviðburði á meðan happy hour er í gangi og reyna að búa til svona smá happy hour lest með tónlist. Svo náttúrulega erum við með húlludúlluna og mikið að krakkaskemmtunum. Korpasveitin kemur og heilsar upp á krakkana og dansar með. Kata Vignis, kynnirinn okkar á hátíðinni, verður með danshreyfingar og svona. Svo náttúrulega á sunnudeginum erum við alltaf með skógadaginn. Hann hefur orðið rosalega stór síðust ár og hann bara stækkar. Hann er í Kjarnaskógi klukkan 1 á sunnudeginum og með alveg fullt af svona fjölskylduvænum og skemmtilegum viðburðum. Föstudagurinn hjá okkur er líka, nú er ég að fara í vitlausa röð eins og þú heyrir, en það bara endurspeglar svolítið hvernig heilinn á mig er núna þessa dagana. Föstudagurinn er rauninni minnstur, það er svona byrjunin á hátíðinni sko, en við erum með markaðsstemmingu á torginu, matavagnar sem koma líka og við erum búin að teikna upp þannig á Ráðhústorginu að verða þetta svolítið skemmtileg svona miðsvæðis stemming og viljum eiginlega fá bara sem flesta þarna niður og njóta þessara viðburða sem við erum búin að teikna upp síðustu vikur. Þú talar Mömmur og Muffins. Hvað er það nákvæmlega? Mömmur og Muffins er styrsta viðburður fyrir fæðingardeildina á Fjórðungssjúkrahúsinu og þar sem að nokkrar mömmur taka sig saman og baka muffins og selja og öll upphæðin fer beint til fæðingardeildarinnar. Þetta hefur verið alveg undanfarin ár og alveg gríðarlega vinsæll viðburður og er eiginlega orðið svona bara mjög mikilvægur hluti á hátíðinni hjá okkur. Svona, hann er svolítið þekktur við þessa hátíð sem er alltaf bara glæsilegt, mjög flottur og fallegur viðburður. Hvaða tónlistarmenn er að koma fram? Heyru, Þú getur nefnt einhverja þeim. Já, við getum nefnt til dæmis eins og Hrafn Pál Óskar, Bríet, Birni, Aron Kahn, svo erum við með mjög mikið af norrlenskum tónlistarmönnum í ár, eins og Drottningar og hljómsveitina 7-9-13. Og svo erum við með stúlku frá Akureyri sem heitir Birna Karen og margir fleiri sem kannski dettur ekki akkurat í hug núna, Stjórnin. Já. Þannig að það eru mjög mörg stór nöfn sem eru þá á lokatónleikunum og vítt og dreift bæinn. Það eru ekki allir artistarnir sem ég taldi sem verða á Sparitónleikunum á sunnudeginum sem er náttúrulega svona stærsti viðburður helgarinnar. En þetta verður vítt og dreift allan bæ. Er einhver viðburður sem þú ert sérstaklega spennt fyrir? Ég hef alltaf tekið skógadaginn svolítið að mér. Ég sé svolítið hann og mér þykir rosalega vænt þann viðburð. Hann er alltaf stútfullur og það er oftast gott veður á honum. Það er náttúrulega alltaf gott veður á Akureyri. En jú, mér þykir mjög vænt hann og er mjög spennt fyrir honum. Það er flottur og fjölskylduvæn viðburður. Hvað er gert á skógadeginum? Á
Á skógadeginum til dæmis verið að það er kveikt í báli, poppað yfir bálinu og hitað ketilkaffi. Þar verið að tálga, boðið upp á sveppafræðslu, húladúlan kemur með húlanámskeið. Núna í ár verður líka strandhandboltamót K.A. Þórs og við með sápukúlur, við með ísvagnin sem að selja ís, að vera tónleikar og rosalega mikið af svona bara, eins og ég segi, fjölskylduvænum viðburðum sem að allir hafa gaman af. Já, það aldeilis. Mikið af tónleikunum úti, allavega heyrðist með það. Já. Það eitthvað nýtt dæmi eða bara út af veðurblíðunni? Það náttúrulega fyrst og fremst veðurblíðan, sko, það alltaf það. En nei, við með stóra útitónleika fyrir utan Vamos, þar sem að Bríet og Birnir, Aron Kahn og Norðlenska hljómsveitin 7913 koma fram og ætla að búa til dúndurstemmingu. Og svo ætlar hann Páll Óskar, vinur okkar, að vera með risatónleika fyrir utan Múlaberg. Þannig að já, það eitthvað tónleikum úti. Það eitthvað skemmtilegt í það. Já. Veistu hvað koma margir á eina meðöldu? Einhverjar tölur einhvers staðar? Já, svona undanfarin ár hefur verið að með okkur við að það að koma svona 15.000 manns í bæinn. Já. Þetta rosalega stór helgi. Þetta næstu tvöfaldur. Já. Ein meðöldu, veistu hvaðan nafnið kemur eða það fyrir þína tíð? Það fyrir mína tíð, en ef ég ætti að gíska þá finnst mér nú svolítið svona eitthvað með pilsundar að gera, sko. Ok. Eitthvað svona akureyrískt. Já, ein meðöldu í þínum huga með kokka eða ekki? Alls ekki. Alls ekki? Alls ekki, nei. Það voru búin að fara svona yfir hátíðina, svo allavega helsta sem að gerast og svo náttúrulega hvað þetta að nálgast dagskrána og svona? Það hægt að nálgast alla dagskrá á einmeðöllu.is og við duglega að posta á Instagram og Facebook líka, þar sem við postum tenglunum á heimasíðuna. Þar öll dagskráin í heild sinni og fréttir, tilkynningar lokanir í bænum sem mikilvægt að kynna sér því það verður mikið loka á svæðinu í kring. Okay. Þannig að já, mig langar að benda sérstaklega á einmeðöllu.is. Einmeðöllu.is. Með kokka eða án kokka skiptir ekki máli. Takk kærlega fyrir að koma í spjall til okkar. Ein spurning sem við tökum oft í lokin fyrir fólk og orðið hefð með meiru. Hvernig tekurðu kaffið þitt? Ég rosalega hrifin af ískaffi. Ískaffi með haframjólk, ekkert síróp, ekkert bull, nóg af klaugum. Bang. Takk kærlega fyrir að koma til okkar. Takk fyrir að fá mig. Við ætlum að mynda eftir kaffispurningina.